Já, komið sæl, Erlendur Steinar hérna. Það er Excel 2010, 2013, eða hvað það nú er. Við ætlum að kíkja aðeins á gröf, eða charts and graphs. Afsakið framburðin. Við getum sagt sem svo að það séu 4 svona megingerðir af gröfum í Excel. Þó er mestur grundvallar munurinn á, eða þó sker þessi sig hérna XI, hún sker sig mest frá öllum hinum. Við skulum aðeins kíka á þetta. Við erum með þessi pie hérna í fyrsta lagi. Þau eru þá þannig að þau samanstanda yfirleitt bara af því sem við köllum hérna kategóriu, sem er þá flokkarnir, og einni gagnaseríu, eða einu dataseríu. Það komast einfaldlega ekki fleiri fyrir. Ef við ætlum að koma fleirum dataseríum fyrir, þá þyrftum við að vera með svokallan kleinurhring eða donut, sáum hana eftir. Svo erum við með columns, eða stöplaritt, þetta er stöplaritt, súluritt, getum við kallað það. Og það er ekkert ósvipað hérna pæinu, nema, það er að segja, það eru hérna kategórís hérna, 1, 2, 6, 7, það geti heitið A, B, F, J eða Gunni, Maggi, Siggi, Óli, hvað sem er, þetta eru bara flokkar gagna. Innan hvers flokks eru síðan nokkrar dataseríur, eða gagnaseríur, og þær getur verið eins margar og verða vill. Line eða area eða hvað sem er, það væri þá þriðji flokkurinn og hérna, já, aðeins með columns, þeir geta verið síðan sko samsettir, uppfylltir eða 100% uppfylltir, og það er bara eftir því hvað hentar gögnunum hverjum sinni. En já, sem sagt, þriðji flokkurinn er síðan þetta line, og það getur verið, það er eins og þá columns að því leiti að við erum með kategórís hérna á X-ásnum og hérna á Y-ásonum erum við þá með eins margar dataseries og verða vill. Bara þangað til að við hættum að borna nokkuð í skjali nokkuð lengur. Jæja. Það sem að þessar eiga allar sameiginlegt er það að kategórían eða X-ásinn er ekki með samfelldum kvarða, ekki með svokölluðum jafnbilskvarða eða samfelldum kvarða. Heldur er kvarðinn ósamfelldur og alls ekki endilega með jöfnum bilum, og Excel er í raun og veru alveg sama það. Hann er ekkert að spá í það sem stendur á X-ás. Það eru bara einhverjar eiginlega ekki einu sinni stærðir. Það eru bara nöfn á kategórium. Hann flokkar þetta ekki sem gögn. Og enda sjáum við það að hann hefur jafnlangt bil frá 1 upp í 2 eins og frá 2 upp í 6. Það er bara 1 bil á milli allra eininga. Ok. Að því leytinu til er svo kallað XI eða skatter allt öðru vísi en allt hitt. Því að þar er hérna, já, jafnbilskvarði eða samfelldur kvarði á X-ás, og það er alltaf gert ráð fyrir að gögnin sé á forminu x, y. Það er að segja svona klassískt hnitakerfi eða bara hérna, já, tvívítt kerfi. Þið sjáu líka munin hérna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir það að sjáu hérna upsilon-gildin hérna í series 2. Línan fær alltaf aðra lögun heldur en sama lína í hérna hinu kerfinu, í hérna line kerfinu. Af hverju? Jú, af því að
að því að hér, sjáðu, það er sama, það er 15 á milli allra eininga á þessu í hérna og ef það er jafnlangt á milli x-ana þá eru línan bein, en af því að x-gildin er ekki með jafnlangt á milli sín, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7, þá eru línan allt öðruvísi. Og þetta er mjög mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að teikna upp hérna gröf, sérstaklega þessi línugröf. Það er það að það skiptir gríðarlega miklu máli í hvaða með hvort formatið við erum að vinna. Ok, vindum okkur þá í eitthvað. Þegar við erum að búa til svona graf, þá er raun og veru yfirleitt nóg að smella bara inn í datasetti sem við ætlum að nota. Við förum og segjum insert og það getur verið ágætt að segja bara recommended charts ef við erum ekki með neina sérstaka skoðun á því hvernig hérna graf við í sjálfu sér ætlum að vera með. Ok, hérna ætla ég að ganni samt að velja chart og ég ætla að velja þrívítt chart, pie. Stilli möguleikarnir sem við höfum hér eru þessir. Hérna getum við stilt elementin. Það er að segja, við getum tekið út chart title, bættu labeli, legend og svo framvegis. Sem sagt, þetta eru einhverja svona útskýringar. Þetta eru hérna eiginleikarnir, þetta eru elementin í chartinu. Hérna eru bara svona stílar, bara hvað, þú veist, hvað snið, hvernig nákvæmlega, einhver litasamsetning og eitthvað svona dóteri, sko. Og síðast en ekki síst, þá er hérna filterinn. Það er að segja, með hvaða gögn viljum við vinna? Viljum við taka út til dæmis eitthvað 20 hérna? Nei, við viljum bara hafa allt. Segjum það. Ok. Segjum sem svo að ég ætli að taka út legendið og ég vil setja inn data callout. Þetta mér finnst það svo flott. Svo vil ég breyta hérna þessu, ég vil fá litlu sneiðina fremst, þá fyrir 30 rotation, fer hérna, smelli ör upp og snýði þessu við. Sjáðu, þegar ég fór hérna í valdi hérna eitthvað meira stuff hérna, more options, valdi það ekki, nei ég hægri smelti hérna, já, ok, ég hægri smelti og það var þannig. En allavega þá fikk ég hérna format chart area glugga og inn í honum, nú helst hann bara opinn hér eftir þegar ég að fyrst í þessu skjali, sjáðu til, af því að, já, bara þegar ég er búin að opna hann þá helst hann opinn þar til að annað kemur í ljós. Og það er ágætt af því að, sjáðu, nú smelli ég á hérna labelinn, veist, data labels, ég smelli á eitt svoleiðis, þá opnast data labels stilli nánari glugginn fyrir það. Ok. Ég get stilt hérna, ég dreif það svona í sundur, ég get líka fyrkt það með 1 og 1. Og hver er munun? Jú, ef ég vel, ef ég smelli svona, erum þetta valið, það er að segja allt chart areað, þá get ég, plot areað, þá get ég gert svona og svona. Ef ég hins vegar tvíklikka á einhvern einn, þá get ég dreigð bara þann út. Ok? Fegna sniðut. Nú, önnur leið til að gera sama graf, eða til að sína þessa skiptingu hérna, af því þetta er nú, þú veist, við erum bara með eina hérna dataseríu, og fjórar kategóriur. Það sem er verið að sína sko 16 klukkustunda cell cycle, DNA-fasa og blablabla, ja, whatever sko. Þá er gagan ágætis leið til að sína skiptinguna sko, umfangsskiptinguna. Það má alveg segja sem svo að við getum líka sýnt þetta með pæinu. Skulum aðeins kíkja á það í leiðinni hérna, sjáðu til.
Tekirna hendi hérna út chart-titlinum, legendinu líka, set inn hérna data labelsinn og ég ætla að hafa series names og ég ætla að hafa space á milli þeirra, nei ég ætla að hafa new line, svona. Þannig að lendi, ég ætla ekki að hafa þetta í values, ég ætla að hafa þetta í prósentum, þannig að þetta sýni hlutfallsskiptinguna eins og hitt gerði nú. Síðan ætla ég að fara hérna og ég ætla að segja, ég ætla að minnka hérna kleinu, ég ætla að stækka kleinu hringinn sjálfan en minnka, já ég ætla að taka út values og ég ætla að taka út show label lines. Svo það náttúrulega við litið þetta hérna, sjá að ég þarf að litið þetta hvítt, svo textin sjáist. Ok, svona þetta. Býtu nú við okkur hérna, ég ætlaði að hafa kategórinni, ég ætlaði að hafa þetta svona, ok. Ok, þetta er ekki bara flott. Næsti. Two-pies. Sko. Hér er alveg að sama ferðinni, nema, sjáu þið, náttúrulega skutla hérna öðru svona pæi á ykkur. Sjáu hvað gerist hér. Af því að það er bara pláss fyrir eina dataseríu, þá velur Excel sjálfkrafa fyrstu seríuna. En ég er raun og veru, ég var alltaf ekki að spá í hvernig hérna kjartsýran, hvað heitir þetta? Guanín skiptist á milli þessara indælu bakteríutegunda sem við öll meira og minna verðum fyrir rökstóra lífsleiðinni. Heldur alltaf ég þvert á móti að skoða hvernig Staphylococcus, hvert innihald, DNA innihald Staphylococcus er. Þá vil ég bara segja hérna, switch row and columns. Sjáðu, ef ég er með vali hérna graf, eitthvað þar, þá er ég alltaf í þessum design flipa, einhvert format, design. Svo segir ég bara switch row and columns, þá fæ ég upp þetta. Þetta er náttúrulega það sem ég vildi sjá, þið veitir, ég vildi sjá hvernig þetta skiptist, hvernig Staphylococcus, chart title, centered above, more options, ok, ég ætla meira sér ekki að hafa chart title, svona. Og munið svo getum við gert eitthvað svona krútlegt hérna, dreita svona í sundur, en þú veist, að vera mitt í 3D og svona sundurdreið, þetta er náttúrulega eiginlega hálfgert fikt, sko, þú veist, í raun og veru, viljum við bara hafa þetta svona. Þetta er miklu skýrar. Þannig að það sem ég er að tekna núna 3D í þessum hérna, þið veitir, þessu vídeói, þá í raun og veru vil ég samt ekki 3D að því að það er ekki notað nema þurfið þess. Og það er raun og veru ekki nema að maður sé með þriðju víddina hreinlega. Það er að segja sem er seta ás líka. Annars ég ætla að lauma hérna að þetta Excel-skjal, bæði sem sagt hrátt svona óleist og með lausnunum, þetta hérna, þau fylgja með hérna í upptökunni og þau eru hérna eitthvað þar efst hérna til vinstri, smellið eitthvað þar hérna og þá sjáu þau, þau eru attachments þarna. Herðu, en ok, en segjum sem svo að ég vilji sjá skiptinguna á þessu öllu í einhverju svona kökuformi. Þá fer ég í insert og þá segi ég hérna og þá segi ég hérna þessi og þá segi ég hérna kleinringin
hendum út þessu, gerum svona, segjum að við minkum hérna miðjuna í þessum gaur, svona til dæmis. Við viljum labelin, hvar viljum við labelin? Viljum við ekki bara categories name? Nei, hérna series. Og það sem verður til að setja þau á allt, sjáðu til, þá þurfum við að gera þetta fyrir hvern og einn. Mér að fara í þetta fyrir hvern og einn. Þetta alveg, ég veist þetta er síðasta sort í Excel að hafa þetta svona. En jæja, ég ætla að hafa þetta legendi líka, ég ætla að hafa þetta hægra megin. Ok, þá sjáum við að, þú veist, Staphylococcus, það þessi bláu, og þá sjáum við hvernig hann skiptist á milli kjarnsýrana, eða hérna DNA-ana, hvað þetta heitir nú aftur, en til að sjá, sko, til að sjá nöfnin á þeim, sko, þá þurfum við að fara í hvert data fyrir sig. Já, ég veit að minnst það svolítið þennan. Þetta verður jafnvel skárri mynd, sko. En ég veit ekki. Ég myndi gera þetta í dálkum. Jæja, anyways. Förum í næsta. Við erum hérna með kolóníur á 10 petriskálum, vöxt þeirra eftir sýrustigi annars vegar og hins vegar eftir styrk ætisins, held ég. Skulum sjá hvað við getum gert með það. Við fáum strax upp svona gaur, hann er bara fín, sko. Sjáðu. Þetta segir okkur alveg helling strax. Nú erum við komin hérna með þessi element að við erum með sem sagt, við erum með kategóriur sem eru pH-gildin, og innan hverrar kategóriu erum við að bera saman styrk ætisins. Við getum sagt líka switch row and columns, og þá erum við komið með kategóriu sem er styrkur ætisins, og innan hvers ætisstyrks erum við síðan að bera saman vöxt á kolóníum eftir sýrustigi. Hvort heldur við viljum sjá eða bera saman veltur bara á rannsóknarspurningunni eða tilgátunni sem við erum með eða bara út frá hvað pælingu við nálgumst þetta, hvað er það sem við viljum leggja áherslu á að birta. Er það ætlum við að sýna fram á að í öllum pH-um sé, ég veit það ekki einu sinni, það er, maður kannski sé að þessi sé hérna skýrust, óháð styrk ætis, þá vex minnsti pH 8 og yfir, svo sem sést ágætlega þessari mynd líka. Anyways, prófum eitthvað annað að lúka á þessu, fer inn í insert, og hérna, og bara sýna ykkur hérna ganni hérna pæin hérna, þau eru svo helvíti flott. Nei, hérna barinn, sjáðu, þetta er alveg það sama í sjálfu sér nema að nú er þetta bara hérna, sem sagt, lárétt, ekki lóðrétt.
getur átt við, mér finnst þetta eiga betur við þegar við erum með ofsalega, við erum kannski með tíma á sérna, þú veist, þetta er kannski heil mánuður allir dagarnir og eitthvað þrennt á hverju, þá finnst mér oft betra að sjá það svona upp og niður, en ég veit það ekki. Anyways, þá er næsti góður, það er hérna stacked column, það er hérna, nei, það er nefnilega ekki, það er, jú, það er það, fyrirgefðu. Hérna, ætlum við að prófa að setja inn þennan hérna einhver, sjáðu. Hvað erum við nú með hér? Jú, við erum með við erum með styrk jóna, annars vegar í frumu og hins vegar í blóði eða blóðvökva í millilítrum, millimólum. Ég veit ekkert í hverju þetta mælt, skiptir ekki máli. Nú, hérna erum við alveg ofur lítinn styrk og hérna erum við svakalega mikinn styrk. Það sem við erum að spá það er hvernig skiptast jónirnar á milli þessara flokka. Þá notum við þetta þannig að við tökum að jónirnar eru kategóriurnar og hérna sellan eða blóðið er dataserían eða dataflokkunin. Ég meina við getum auðvitað skoða þetta út frá hinnu, við getum líka skoða þetta út frá þessu switch row and column, en nú áttum við ekkert á, þú veist, Ca+2, hvað er það, kalsíum jón. Nú áttum við okkur ekkert á því hvar hún er stödd í veröldinni. Við sjáum það eins og hér, við sjáum það að þær eru allar í frumunni, í blóðinu segi ég. Hins vegar eru K-jónirnar sem ég veit ekkert hvað er. Það er bara kalsíum líka, það er hitt kalsíumið. Skiptir ekki máli. Þær eru aftur í frumunni. Sennilega safnast þá upp þar eða þú veist, ég veit ekki hvað. En copy, paste, svo segjum við bara, ok, ég ætla hérna að tekka á þessu, hvernig lítur þetta, hvernig getur þetta lítið einhvern veginn öðruvísi út, hvað með hérna þennan, hvað er hér? Þessi hérna heitir 100% stacked, þessi heitir bara stacked. Hérna er þetta miðað við raungildi, en hérna er þetta miðað við hlutfallslega skiptingu. Og það er oft betra að nota stacked heldur en bara clustered. Clustered er þá hver innan hverjar kategóriu er hver dataserja sett sér, en í stacked þá er innan hverjar kategóriu hverju dataserju bætt ofan á þá næstu og hérna það getur verið eins margar og verða vill. Já, við sjáum það bara hér, það geta litið svona út. Nú, við sjáum það náttúrulega fljótt í hendi okkar að samanburðurinn hérna, hann er þessi að Ca+2 jónin, þú veist, gögnin á bakvæðina þau eru svo lág að þetta er ekki að segja okkur eiginlega neitt, sko. Þannig að bara, þú veist, höfum þetta í huga, hvernig þetta lúkar. Line columnið hérna, hvað var nú í því aftur? Já, þar ætlaði ég, hérna sem sagt, það hefur verið að spá í, sko, ljóstillífunar aðila, hvaðan ljóstillíf var mikið, miðað við mismunandi bylgjulengd. Og gáði að þetta er hérna bilin hérna alls staðar á milli, þau eru jöfn há, þannig að út af fyrir sig ef við erum að gera, þú veist, línuritt, það skiptir ekki alveg máli hvort við værum að nota line eða xi, af því að það eru bilin eru jöfn þannig, ok, allavega smellum á grafið, segjum bara insert, förum í recommended chart, tökum hennan að ganni út af því bara, tökum hérna chart, hérna þetta gaurinn í burtu og nú
Já, hérna, þetta er svolítið skemmtilegu fítur hérna, data table. Geta sett hana, þú veist, sjá hérna undir. Errorbörin, við komum að því setna. Mér finnst þetta ekki segja mér alveg nógu mikið, sko. Ég myndi frekar, taka þetta og segja, insert, sjáðu, hún mælti hérna með line chartinu. Excelin stakk sjálfur upp á þessu. Það sem væri eins og hægt að gera hérna, það væri að hérna, segja hérna smooth lines, smoothed. Bara svona rúnari og fínni. Hérna kannski sjáum við þá, já, sjáum ekki. Jú, við sjáum kannski frekar hér að hérna, mesta ljóstillífunin er með hérna, klórofyll B á 500 nanómetrum. Þetta er ekki nanómetrar hérna. Þetta er að ljóstillífun á stöfið. Já, svona stærsta píkið, sko. Við getum líka sagt ég ætla að hafa þennan gaur svona area og þennan gaur column. Gætum það. Auðvelt að skipta á milli. Ok. Allavega, þessu tilviki þá sjáum við að línan, lænið er betra byrtingarform heldur en hérna kolumnarnir. Það fyrir minni í line area. Hérna erum við með, ég veit ekki neitt hvað við erum með, spáum ekki það. Ég inserta hérna og ég fer í recommended, ég ætla að prófa að taka ganni þennan hérna. Nú höfum við í þessu tilviki ekkert við hérna það að gera, vera með XY skatter, af því að þetta eru bara dagar, þú veist, við hefðum, það hefði alveg verið réttlætanlegt að nota frekar XY skatterinn hér, út af því að þetta eru, þú veist, en máli er að þá byrja nú til í nulli, kom alls konar glóriur inn í þetta, þá þarfum að fara að stilla ásana og þetta færi þetta hér. Axis option segja, þú veist, byrjum í 400 og svona. Ok, segir þetta okkur eitthvað? Já og nei. Jú, þetta hugsanlega myndum við frekar vilja nota þennan gaur. Uppsafnað. Já, segjum við þá. Ja. XY skatter. Hérna ætlum við að mæla hemoglóbin. Það er sem sagt plotta hemoglóbin prósent á móti RBC count sem er eitthvað Eurocrocite bla bla eitthvað, ég þekki það ekki alveg, sko. Allavega, prófum að skutla þessu bara upp í já, hendum þessu inn í hérna XY skatterinn bara. Byrjum við hver er hann er hérna. Ok. Sjáum við fljótlega henda okkar, við þurfum aðeins að tjóna þetta til, við þurfum að stilla hérna axis options. Ekki byrja á þessu 70. Það er ekki fínt.
láta þetta fyrir upp í 120 og þennan gaur, við skulum láta hann byrja í 4. Þetta er ekki bara flott. Hvað ef við gerðum línu úr þessu? Ég vil bara kópera þennan, en ekki vera að stilla hann aftur. Ég vil bara segja, hérna félagi, vertu frekar svona lína. Ok. Vó, af hverju kemur línan svona astnaleg? Jú, það er af því að þetta er skatter og þá teiknar Excelin þetta upp samkvæmt samhengi hlutana og þetta gildi fyrst, þetta er númer 2, þetta er númer 3. Þá teiknar hún fyrst þennan punkt, svo línu yfir í þennan og svo yfir í þennan og svo yfir í þennan. Hún er ekkert að fyrir að raða þessu. Hvað þurfum við þá að gera? Jú, við förum bara inn í datasort, smallest to largest og þá fáum við upp þetta hérna eðalflotta graf. Ok. Besta, skýrasta leiðin til að sjá munin á XI skatter og venjulegu line er með þetta hérna. Hérna erum við með population, það er að segja mannfjölda á jörðinni eftir nokkrum ártölum og sjáu þið, það er fyrst er árið 0, svo líða 1000 ár, þá er tekið árið 1000, svo er 500, svo er 300, svo er 200, 50, 25 og 25. Þetta er sem sagt ekki jafnbilskvarði, þetta er samt tímaás og þetta getur verið svolítið svona vandasamt. Ok, sköllum þessu hérna upp í svona gaur hérna, svona bara venjulegt line. Lögum þennan til og segjum við hann veriði í milljörðum. Mældið í milljörðum. Ok. Já, ok, þetta er bara svona hægur og bítandi vöxtur síðastu 2000 árin. Getur það verið satt? Ég trúi þess ekki. Ég held að þetta sé einhvern veginn öðruvísi. Ég held að þetta sé svona. Sjáðu munin. Þetta er hérna line dæmið og þetta er skatterinn. Hér er tímaásinn kominn í réttu hlutfalli. Hérna er tímaásinn bara í, þú veist, það er jafn langt frá árinu 0 til ársins 1000 eins og frá árinu 1975 til ársins 2000. Það getur vel verið að í minningunni finnist okkur það, en það er allavega ekki jafn mörg ára á milli í raun og veru og skatturinn tekur tillit til þess og þess vegna lítur þetta svona tjarna. Nú, það verður ekki gaman að hafa hafa data labels á þessu, hafa þau bara í data callout eða byrja more options. Já, þá er 100 minn að vera vitlaus. Hvað sé hann væri hérna leftaður og þetta væri x,i. Ok, þetta er ekki bara beautiful. Hvað hefur við fleira? Það var þessi gaur. Hérna skulum við kíkka á einn fítusinn í viðbót. Þetta er hvernig brennipunktur eða sjón breytist með aldri. Bara svona nei, hann er í 12. Já, ég get ekki sem sagt, the left já ásakið, kíkjum á það. Fyrir því insert. Þetta verður að vera skatter, sjáðu hérna. Þessi gaur hérna, þetta er svo ójæmt og við þurfum að hafa aldursfaktorinn, við þurfum að vita, við þurfum að vita hver er hvernig þetta breytist með aldri. Það er bara þannig. Hitt er svo annað
að við ætlum ekki að hafa báða hérna í einu. Sjáðu, ég ætla bara að hafa annan í einu. Ég ætla að hafa þennan. Ég ætla að láta hann enda hérna í, jú, þetta allt í lagi, þetta endar í 8-10. Svo ætla ég bara að kópera hann og svo ætla ég að segja hérna, ætla ég bara að skipta. Svo. Af hverju vildi ég hafa þetta svona? Jó, byrju, ég ætla að gera þetta eitt í viðbót. Ég ætla að fá hérna data label á þetta. Ég ætla að hafa þetta í more options. Ég ætla að hafa það left. Ég ætla að hafa x-valueð, að ég ætla að hafa aldurinn. Ha. Sama hefði ég raun og veru alltaf að gera hér, sko. Sem sagt, data labels, more options, þessi hafa x og hafa left, right að, það skiptir ekki alveg. Ok, hvað ef ég hefði haft báða inn á í einu? Hverju hefði það breytt? Það hefði breytt því að þá er þessi gaur eiginlega ólæsinlegur. En ég get auðvitað leyst það. Ég get auðvitað leyst það með því að segja við hann ég er í pínu örglíðana. Ég ætla nefnilega að setja hann á secondary access. Býtum við. Nú er ég pínu týndur. Svona getum við þetta leyst það, skiljið. Það var þessi fókusinn og þú veist. Af hverju vildi ég hafa svo leys? Jú, þetta er svo mismunandi kvarðar. Þá er það í raun og veru, þá hefði það verið mikilvægt að hafa það þannig. Ok? Svo er það að loka minna radargaurinn. Þetta er svolítið skemmtilegu fítur, sko. Hérna er verið að spá í, sko. Nú, það sem er svo gott við þessi radar, dæmi, sko. Það er þetta sýnir svona, svona klaustertilhneigingu. Það er að segja hvernig, á hvaða svæði safnast einhver gildi mest. Þú veist, hvar þéttist þetta. Og þá er hérna, þú veist, við erum með salt og saltbragðið af ok, nei, byrjum på nýtt. Þetta eru hérna kategóriurnar og þetta eru datasheet, dataseries, þar að segja mæli einingarnar, einhverju mæli flokkar. Og við erum að mæla bragð af salti, HCl, þetta er ekki brennisteinssýra, og stryknín sem er voðalega hressandi eitur, örugglega úr mikið notað í Hercule Poirot og eitthvað svona, og sjúkar sem er nýja eitrið okkar. Og þá erum við að mæla sér að hvað einkennir bragðið af þessu. Ég veit ekki hvernig þið smökkuðu stryknín eða HCl, en allavega ég get staðfest að það er mikið saltbragð af salti en það er lítið svít eða sykurbragð. Samanskapið er mikið sykurbragð af sykri en lítið salt. Og með því að henda þessu svona upp í svona þennan radar eða þennan clusterfítus hérna, þá sjáum við að þá eru þetta kategóriurnar
Já, sennilega getur nú verið hvað sem sko. Það getur líka verið svona. En sem sagt, núna er þetta þannig að kategóriurnar eru hér, það er þá brögðin og mæliflokkarnir eru tegundirnar sem voru mældar og þá er það sem er með miklu saltbragði, þar ber salt af, skiljið. Síðan er þetta, síðan er einhverja týpur til hérna sko, þú veist, svona uppfyllt og svoleiðis. Þessi gaur hér, hann er ágætur til að sýna. Við erum með 2 sett af gögnum og við ætlum að hafa þetta í svona radarfítus að við ætlum að reyna að átta okkur á einhverju trendi, einhverju svona virkilega miklu trendi, sjáðu þið. Ef við hefðum haft þetta í til dæmis columns, ég meina, jú, þú veist, þá sjáum við svo sem alveg ágætlega að það er hérna að þú veist, frá 9 á morgnana til klukkan 9 á kvöldin, þá er hitinn svona yfir hiti hverrar frumu, daily cycle of body temp, hiti líkamshitinn yfir 37 gráður en hérna á nóttunni það fyrir lækast á kvöldin og er svo lægstur einhvern tímann drauma heiminum miðanótt, ok? Og við sjáum það svo sem ágætlega þessu. En það má líka skoða það á svona radartjarti og ég myndi vel segja að þetta segist best þá með þessu hér að hérna þetta væri svona yfirfyllt. Þetta hérna svona áttar maður sig svolítið svona ágætlega á því hvar hitinn fer hæst upp, hvar hitadreifingin liggur mest. En við segjum þetta gott í bili. Þangað til næst, bless.